Já, komið þið sælir áhorfendur góðir hér í KA TV. Hér erum við að sýna frá leik KA og Álftanes í annari umferð með Suno-deildar karla í blækinu. Þessi lið mættust í hörkuleik í gær sem var nú bara mikil spenna og skemmtun. KA vann á endanum 3-2 eftir náttúrulega 8 hreinu eins og úrslitin gefa til kynna. Gestirnir komu kannski mörgum á óvart og stóðu vel í sterku liði KA, en verður áhugavert að sjá hvernig þetta fer í dag. Við ætlum að renna þessi við KA-lið. Ég er því miður ekki með liðsuppstillinguna hjá gestunum, þannig við renna alltaf við KA-lið. Það er svona: Númer 1 er Birkir Freyr Elvarsson, 7 er Alexander Arnar Þórisson, númer 8 er Arnar Már Sigurðsson, númer 9 er Stefano Nassini Hidalgo, númer 10 er Mason Kastner sem er jafnframt fyrirliði KA, númer 11 er Filip Pavel Sevsik sem er líka spilandi þjálfari KA, númer 13 er Miguel Mateo Castrillo, 14 er Þorvaldur Martin Jónsson, númer 15 er Sigþór Helgason, 17 Ingvar Guðbergsson, 18 Vigfús Jónbergsson og númer 20 er Björn Heiðar Björnsson. Þetta, eins og segi, er að fara af stað hérna hjá okkur. Mættur alveg vera fleiri í KA-velinu. Það var fínn fjöldi í gær. Kannski að fólk týnist aðeins inn í hús þegar leikurinn hefst. Þetta allavega, eins og segi, leikurinn í gær var hörku spennandi og flottur leikur, allavega svona fyrir áhorfendur. Mikil spenna í þessu, en reyndar líka mikið mistök hjá báðum liðum og líklegt að liðin allir sér að fækka þeim í dag. KA tapaði mitt fyrstu hreinunni í gær eftir þess að þeir gerðu 14 mistök sem að skiluðu gesturum stigi. Það er bara allt of mikið, en það eru gestirnir sem að hefja leikinn og þetta er komið að stað hérna hjá okkur og þetta smass er úti. Miguel Mateo fekk hérna ágætis tækifæri, en þessi var ekki inn á völlinn og gestirnir leiða 1-0. Arnar kemur þessu og Miguel bjargar þessu og kastnir yfir. Flott hávörn á KA-liðinu og Miguel, já, hann skorar núna. Laumar honum hérna og jafnar í 1-1. Þetta fer ágætlega af stað. Og Mateo fer hérna beint í uppgjöfuna. Kemur hún er föst en þeir bjarga þessu. Vel gert hjá Ragnar Inga þarna. Svo kemur flott smass hér og þetta er geggjað stig. Sigþór þrumar þessu niður. Hann er að skora sitt fyrsta stig í leiknum. 2-1 fyrir KA. Mæði mikið á Ragnar Inga líbero Álftanesinga hér í upphafi leiks. Kemur Mateo aftur og þessi er í netið. Þar voru eins og segja ófáar uppgjafirnar sem að fóru í netið hjá KA í gær. Ódýr stig fyrir gestina. Hvað gerist hér? Nei, þessi er Við dæma snertingu hann að KA á þetta stig. Ég sá ekki snertinguna, en já, KA dæmt stigið og leiði því 3-2. Matthew Gibson þarf nú eitthvað að ræða við dómarana þetta. Ræðir hér við aðaldómara leiksins í dag sem er að sá sig Sigurbjörn Árni Arngrímsson. Hér kemur Mason og þetta er vel spilið af gestunum. Þeir eru að jafna í 3-3.
Bjarki Sveinsson með uppgjöfuna. Þessi allt og föst, eða allt og löng allavega. Hitt ekki völlin hérna og Káa leiðir því aftur. Bæði lið búin að klúðra einnig uppgjöf. Lexi, já, það að sama. Þessi á löng og það búið að jafnt á öllum tölum hér upp að 4-4. Já, Filip með flotta sendingu og þetta vel gert. Sigþór að skora, setur hann í blokkina og kemur Káa aftur yfir. Við virðist ætla að vera stál í stál eins og leikur liðana í gær. Matthew gefur mig virkilega góða uppgjöf þarna en Valgeir, hann nær ekki að gera sér stig úr þessu. Og Káa komið 2 stigum yfir, fyrsta skipti í leiknum, 6-4. Sigþór, já, þeir halda þessu á lífi og einhver misskilningu þarna held ég. Lexi, glæsileg björgun hérna. Gunnar Pálmi gerir þetta vel, en áfram heldur leikurinn. Reynir að lauma þarna en Káa heldur þessu gangandi og hérna kemur geggja smass. Og Matteo þrumar sér niður. Káa svona spila tölvöld betri flagg hérna, betra flagg hérna í upphafi leiks heldur en í upphafi leiksins í gær. Það var mjög sveiflukendur leikur Káa í gær, þeir sýndu fína takta á tímabili. En Káa á þennan bolta. Það var snerting þarna og frá gestunum og þetta stig sem að Káa fær. 8-4, 4 stig í röð hjá Káa-liðinu og þeir eru að ná ágætis forskotið hérna. Matteo. Hann setur hennan út af. Var ekki viss hvort að þeir eru snerting eða ekki. Og Kærk komið stig fyrir gestina á að höggva hérna á smá runnu hjá Káa. Káa búið að skora hérna 4 stig í röð. Filip setur hann á Matteo. Matteo þrumar þessu niður. Þetta var öruggt, það var engin altleysingur þarna. Káa aftur komið í 4 stiga forskot. Frábær viðbót við Káa-liðið. Hann Matteo, sem við tölum mikið hann kemur frá Þrótti Nes sem hann var algjör lykilmaður, einhver besti leikmaður Íslandsmótsins í fyrra. Þetta stig til gestanna við lítinn fögnuð Káa-liðsins. Það lítið þess að segja. Sigurbjörn Árni náttúrulega mjög reyndur flaggdómari og veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Þetta ekki nákvæmlega hvernig það á að svara svona. Það bara að skora næsta stig. 10-6 fyrir Káa. Já, Káa á þetta stig. Það var ekki nokkuð spurning. 11-6 og já, Káa-liðið svona spila töluvert betra blag heldur en þið gerðu hérna í gær og það svona sem aldrei að vita nema þið verið kannski smá kærleys í liðinu í gær, allavega svona með það sem að heyrði frá liðinu og þá vorum við náttúrulega mjög óánægðir með spilamennsku liðsins. Alltaf menn hafa tekið sér svolítið á. Ja, Matteo gera vel í að halda sér lífi hérna.
Hörkusmass frá Lexa, þessi ekki inn á. Og staðan 11-8. 2 stig í röð hjá gestunum. Kemur Matthew. Orðnar að bjarga þessu, hann glæsilega gert hjá Matteo að halda sér gangandi. Og þetta hins vegar auðvelt stig. Valgeir fær hérna úrvalst smassfæri og hann nýtir sér það, þrumar sér gólfið. Ég held að þetta sé rétt hjá mér að þetta sé aðeins annað smassstig gestana hér í dag. Matteo, vel gert. Rættan ekki heldur sér gangandi. Svo kemur þetta smass sem að Sigþór nær ekki að verjast. Og staðan skyndilega orðin 11-10. Þeir gefast ekki upp gestirnir. Við erum búin að skora hana 4 stig í röð, minnkandi inn í 1 stig. Matthew. Hann bjargar þessu og áfram hættur sátt káa hérna. Lexi. En bjargaðir, gera vel hérna. Þetta smass er ekki inn á. Hittir ekki völlin hérna Róbert Karl. Komst hann í ágæðis stöðu en smassið ekki inn á. Já. Virðist vera svona stutt í smá pirring hjá KR-liðinu yfir svona einföldum mistökum. Þetta þýðir ekki. En þetta eins og virkilega vel gert. Gott uppspil og Sigþór þrumar sér niður. Kemur KR aftur í 2 stefnarskot. Eins og það er allavega alveg klárt mál að þetta verður krefjandi leikur. KR þarf að hafa virkilega fyrir stigunum í dag ef þeir ætla að sækja sigurinn. Hvað þá öll 3 stigin sem tókst ekki í gær. Flott blokk hérna. Þetta stig á KR. 14-11. Kemur fyrirliðin Mason. Þetta var frábær ás. Alveg niður í hornina. Þetta er fyrsti ás dagsins. 15-11 fyrir KR. Þetta er fljótt að gerast. Kemur Mason aftur. Þeir verjast þessu eins og þar. Og þetta smass er út af. Já, smá sveiflur að koma í leikinn núna og þá taka gestirnir leikhlé. Já, skiljanlegt hjá gestunum að taka leikhlé þarna. Kannski nýtum við tækifærið og komum nafnalista gestana inn í kerfið okkur. Við erum komið það hérna fyrir framan okkur. En já, eins og segi, leikur liðanna í gær var hörku spennandi og flottur. Gestirnir unnu fyrstu hrinuna á endanum nokkuð örugglega. Við unnu 25-18 maður rétt. KR-liðið svaraði hins vegar með 2 góðum hrinum, komast í 2-1 en tókst ekki að tryggja öll stigin því gestirnir þeir hérna unnu 4. hrinuna og 3. og 8. hrinu sem að KR vann. Hún var í upphafi en KR-liðið vann svo góðan sigur. Þetta var ekki nægilega gott hjá okkar mönnum. Uppgjafar feill. Ég held að þetta sé 3. uppgjöfin sem að fer forgörðum hjá okkur.
Já. Það helst þessi 5 stiga munur á liðnum. Þetta þetta virkilega gott hjá Álftnesingum. Smassa þetta niður og minnka munin. En þeir þurfa hann á smá kafla ef þeir ætla að halda yfir KA-liðið. Já. Stefano sem hefði eitthvað misleysið hennar bolta. Haldið hann væri kannski á leiðinni yfir netið, svo var ekki og staðan 17-14. Það kemur uppgjöfum frá Valgeiri. Hún fín, Arnar eins og var ekki vandræði með að leysa þetta. Lexi með hörku smass en áfram er lífið í þessu og þeir skora hérna gott stig. Var þetta ekki Martin sem að smassa þessu? Þeir eru að gefa heldur betur í gestirnir með smössin sín. Skoruðu ekki mikið stigum í upphæðilegs þannig, en þetta er uppgjafar feill. Og KA fær hérna ódýrt stig. Það kemur Sigþór. Já, örugg uppgjöf bara. Áhugavert smass þarna sem að KA-liðið verstu vel og Matteo skorar hana. Hérna bara með laumu. Gríðarlega öflugur leikmaður, stekkur hátt og getur gefið sér góðan tíma að lesa hvort hann eigi að smassa eða lauma og allt þetta sem skiptir svo miklu máli. Filip með þessa tilraun en Róbert Karl Hlöðversson sá þarna við honum og minnkar í 19-16. Fer svo hérna í uppgjöfuna. Einhver smá miskilningur á KA-mönnum en það sleppur til. Og hér kemur smassið. Vel gett að Lexa að berga þessu hana. Og henn er líf í þessu. Gunnar Pálmi eins og maðurinn sem að klára þessa sókn á endanum. Skorar hérna 17. stig gestana. Gunnar Pálmi eftirlega sínum gamla heimavalli. Þekkir hverja, svo erum við ekki hverja fjöl hér í KA-mælinu. Þetta erum við ekki með parkett. Þetta erum við með fræga gulan og bláan dúk. Filip gerir þetta mjög vel. Það var smá frekur hérna á boltan og smassaði þessu vel. 20-17 fyrir KA. KA búið að leiða þessa hreinu. Frekar samfarrandi núna. Það er skipting. Stefano kemur út af og Björn Heiðar kemur í uppgjöfuna. Hann fekk held ég að taka eina uppgjöf í leiknum í gær. Kemur fyrr inn á völlinn hér. Reynir hann aftur þetta og þetta er fín uppgjöf hjá honum. En Gunnar Pálmi er ekkert að pæla í því. Hann vil bara skora stig. Greinilega komin í gang, drengurinn. 20-18. Og ganga bara frekar smurt þessi leikur. Lítið leikli og stopp sem er líka fínt. Filip með sendinguna á Lexa. Þau bjarga þessu en KA frá aftur boltan og Matteo. Já, smassar í vörnina og niður.
21-18. Þá það Filip sem að fer í uppgjöfuna. Eins og segi, þetta 10. árið hans Filip hérna fyrir norðan. Algjör snild að hafa hennar mann hjá okkur. Fáir betri uppgjöfum með hendur en hann. Þetta Káa að skora gott stig. Blokkað hérna uppgjöfuna, smassið fyrir ekki og komast 4 stigum yfir. Annað stig Káa í þessari hreinu sem að eftir blokk. Hörkusmass þarna vel gert hjá honum Sigþóri. Gerir ekki að gestin hér. Sigþór upp með þetta, Filip og Matteo þrumar sig niður. Matteo bara einfallega það góði leikmaður að ef hann fær svona færi, hann mun alltaf skila stigi nema eitthvað virkilega komið upp á. Og þá taka þeir sitt annað leikhlé gestirnir. Káa við það að sigla inn fyrstu hreinu þessa leiks. 23-18 yfir. Það mikið að gerast eða Álftnesingar kristi fram stig úr þessu. Já, eins og þeir eru fámennir í dag. Við skulum kannski að renna þessi yfir gestaliðið. Það hér 3 Valgeir Valgeirsson, 4 Bjarki Sveinsson, 5 Kolbeinn Tumi Baldursson, 7 Gunnar Pálmi Hannesson, 9 Ragnar Ingi Axelsson, 11 Róbert Karl Hlöðversson, 13 Matthew Gibson og 16 Martin M. Marinov. Þeir eru aðeins með 8 leikmenn, það eru 2 á bekknum eins og við sjáum. Það svo sem hamlaðum ekki mikið í gær, komist í 8 hreinu. En hérna gott stig hjá Káa, Hávörnin að skila sínu. 24-18 og nú þarf Káa aðeins 1 stig í viðbót. Filip. Já, Ragnar Ingi varðist þessu vel. Filip leggur það upp fyrir Matteo. Matteo þurfumar sig niður. Sá komin í gírinn. Káa skorar hérna síðustu 5 stig þessar hreinu og vinna þar á leiðandi 25-18 og leiða því 1-0. Já, það var svona annað að sjá til Káa-liðsins afar þessar hreinu heldur en fyrstu hreinu í gær sem held ég fór sömu tölum nema þá var bara gestirnir sem að unnu. Það við skulum kannski kíkja aðeins á tölfræði þessar fyrstu hreinu. Hér kemur hún sem að Káa vinnu 25-18, 13 stig eftir smöss, gegn 6 hjá gestunum. 1 ás, það var hann hérna að Mason Kastner fyrirlið sem að skoraði hann ás. Káa með 2 laumur gegn 1 hjá Álftanes. 3 stig sem að Káa skorar með blokk og 1 hjá gestunum. Mistök mótherja 8-8 og það eru 3 misnað uppgjafir hjá Káa sem gáfu stig til Álftanesinga. Lengsta stigaruna Káa skorar 5 stig í röð undir lok þessara hreinu. Það lengsta stigaruna hjá Káa unnað og mesta fórusta 7 hjá Káa sem akkurat enda að loka munurinn á liðnum í þessara hreinu. Álftanesingar komust yfir í 1-0 maður rétt. Annars þá leiddi Káa þessa fyrstu hreinu og hann var svona endanum svona tiltölulega sannfærandi. En gestirnir eins og segi, þeir eru ekki sagt sitt síðasta. Gerðu mjög vel í gær eins og segi að nýta sér það þegar Káa-liðið var að gera mistök og spiluðu líka bara fínt blakinn á milli. En ég held að maður svona ekki móðgreit með að segja að Káa-liðið sé sterkara og rauninni svona ætti í önnulegu leik að hafa þennan leik. Káa með mjög sterkt og spennandi lið í vetur
og ég spáð eins og segil af öllum helstu spekingum landsins í blækinu að vinna titilinn, jafnvel endurtaka leiki frá því fyrra, vinna alla titlana sem hér í boði eru. Ég nú þegar meistaranna þessu tímabili. En þá erum við að fara að hefja næstu hrinu. Já, smá bíð eftir þetta að fara aftur að staðinu hjá okkur. Erum við að leita bolta eða hvað er málið? Já. Hérna er Fílip komið með boltan í hendunar. Þá fær hann lífið til að byrja þetta. Þetta er örugg uppgjöf. Þetta var dauða færi fyrir hann Bjarka og Bjarki Svinsson skorar fyrsta stig þessarar hrinu. Fikk hérna gott miðjusmass og hann var enginn káfa með nálægdanum, en hann hafði allan tíman í heiminu til þess að smassa sig niður. Hér er hins vegar Matteo með hörkusmass. Gunnar Pálmi reyndi sitt besta að redda þessu. Þetta var einfaldlega það gott smass og fast að það er erfitt að bregðast við þessu. Þá kemur Matteo í uppgjöfina. Og hann setur hann í netið. Þetta er alltaf hörku uppgjöf þegar að takast, en bæði í gær og svo uppað þessa leiks er búin að vera smá svona vanta aðeins upp á miði honum. Og ja, Lexi aðeins og lengi átt að segja þarna. Arnar misti þennan aðeins og langt frá sér. Og þeir gestirnir eru komnir núna 2 stigum yfir. Kemur Bjarki. Hann hittir ekki völlin hérna. Út í stig fyrir KA-liðið. Þriðja uppgjöfin hjá gestunum sem að fer spillist í dag. Það eru þess að 4 að KA. Þá kemur eins og Mason Kastner fyrirliðið. Hann skoraði ás í síðustu hrinu. Hvað gerir hann hér? Þessi er rétt úti. Munar oft ekki miklu í þessu. Þannig í staðan fyrir að skori ásatna þá fær hann út af og aftur leiða gestirnir með 2 stigum, 2-4. Fílip, þetta var virkilega gott. Fílip með snögga sendingu hérna og Stefano þraumar sig niður. Staðan 3-4. Alveg klart mál að gestirnir munu gefa allt í þessa hrinu. Gunnar Pálmi með laumuna, flott blokk hérna hjá Stefano. Aftur góð blokk að KA-liðinu. Þetta er góð varnarleikur. Og svo er það Sigþór sem heldur sig gangandi hérna. Sigþór, smassið og Fílip. Þetta er fúið að frábært rally hérna. Lexi, hann ver hann upp í loft. Og staðan 3-5, þeir halda þessu 2 stiga forskoti Álftansingar. Og þetta var bara virkilega skemmtilegt stig. Álftansingar gengu hart í að reyna að ná þessu stigi. KA-liðið varðist virkilega vel, en boltinn fór svo endanum upp í loft. Og hérna kemur hörkustig. Sigþór með smassið
Ragnar Ingi líbero gestana reyndi að verjast þessu, gekk ekki og Sigþór fer svo í uppgjöfina. Hér kemur hún örugg. Já, þeir eru farin að spila mjög vel saman núna, Filip og Stefano Nazzini. Hann skorar hérna virkilega gott smass, jafnar metin í 5-5. Fór lítið fyrir Stefano í gær. Hann er að koma sterkur inn núna. Filip með virkilega fallega sendingu, en Lexi reynir að lauma, þeir bjarga þessu. Og þetta smass er úttægi. Valgeir hittir ekki völlin hana og KA-liðið er skyndilega komið yfir. Sex 5 fyrir KA, 3 stig í röð. Matteo eitthvað setja út á stiga. Stöður í leiknum. Hann fær nú hins í skemmtilegt svar frá gestunum að hann þurfa að læra að telja. Hún sé hárrétt staðan og það er bara hann rétt hjá Álftnesingum. Þeir svara svo með stigi. 6-6. Eins og þessi önnur hrina gríðarlega mikilvæg. Ef að KA vinnur, þá eru komnir algjör að lykilstöðu í stöðunum 2-0. Þá var það ansi erfitt fyrir Álftnesinga að fá eitthvað út úr leiknum. Hins vegar náttúrulega ef þeir taka þessar einu sem náttúrulega þeir stefna klálega á. Náttúrulega staðan 1-1 og leikurinn galopinn. Býttu nú við. KA fær stigið á endanum. Þetta... Aja, ok. Þá bara færum við stigið yfir. Ég visti að þessu. Arnar upp með þetta, Filip og Lexi með hörkusmass og það er erfitt að verjast þessu. 8-5. Það fer alltaf allt í gegnum Filip. Þvílíkur leiðtogi í þessu liði, svona límið sem að heldur spilinu og KA-liðinu gangandi. Ekki með Sigþór. Hörkusmass hérna, en þetta maður heldur net á Matteo, já. Miðað við hreyfingur á netinu, þá held ég þessi hárrétt. Kom hérna ákveðt blokk frá honum Martin sem að Mikael sá við, en Mikael fór í, Matteo, hann fór í netið. Þetta er stig á KA-liðinu. Stefano setur þetta í blokkina og niður. Hann fer svo í uppgjöfina í kjölfærið sjálfsögðu. Og hann, já, gerir þetta bara vel. Áfram heldur leikurinn, Filip, áfram verðistir vel, Gunnar Pálmi, ja, hann er ekki bekkað þessu, þetta var erfið stað sem hann kom inn í. Kominn mjög framalega og mikið til hliðar hérna, þetta var, held ég, hefði enginn á að bjarga þessu. Og KA leiðir því 10-6, Stefano, þetta beint í net. 7. uppgjöf KA-manna í þessum leik sem að fer forgörðum og Matthew tekur svo uppgjöfina. Frábær lauma, Filip næra, haldur sig gangandi og gott smass á Álftnesingum hérna. Bjarki þrumar síður hérna.
Staðan 10-8. Þeir gefast ekki upp. Enda ekkert viti því. Og svo er það Mason Kastner fyrirliði sem að þrumar þessi jörðina. Og enn er það Filip sem að er að setja þetta upp. Þá kemur Filip í uppgjöfuna. Gunnar Pálmi missir hann yfir hérna. Þetta er svo stig sem Káa fær hér. Já. Svona heilsteyftari leikur hjá Káa-liðinu í dag heldur en í gær. Virðast svona ætla að hafa svona ágætistak á þessum leik. En þá kemur reyndar þetta stig. Bjarki með smass í háruna sem Mason nær ekki að stoppa. Kemur Gunnar Pálmi. Fús sér við þessu og tvíslag á Filip. Tólf, 10. Haldursingar gera hvað þeir geta til þess að Haldursingar og skora hérna á Gunnar Pálmi. Já, það eru áfram sveiflur í þessu. 3 stig í röð hjá gestunum. Og hvað gerir Gunnar Pálmi hér? Skoraði ásendar rétt á hann. Sjáum við þessu Káa-liðið. Og vel gert hjá Arnari, en þessi er úti. Hann og Filip ræði eitthvað saman. Það hafði verið að reyna að senda bara á Filip hérna, en þessi bolti fór yfir netið og erfitt að eiga við þetta. Gunnar Pálmi, þessi er ólangur. Káa leiði því áfram 13-12. Gerðu vel hérna Álftnesingar að koma 4 stigum í röð, jafna metin í 12-12. En Káa heldur áfram að leiða þetta. Matteo. Þetta er klart stig á Káa-liðinu. Mistök þarna. Það er svona. 14-12. Og Matteo. Og hanna kemur hann boltan yfir. Þeir ná að halda sig ganga því vel gert hjá gestunum. Matteo upp með þetta Filip og Lexi. Þetta er stig á Káa. Neglir þessu yfir og Ragnar Ingi náði ekki að verjast þessu. Þetta virkilega gott og fast smass hjá Lexa okkar. Alexander Arnar Þórisson, frábær blakari. Það er bara þannig stór og staðilegur. Þá taka leiklið hérna. 15-12 er staðan í þessari hrinu. Káa svona haft ágætis taka á þessu svona í síðustu stigum, en vitum það að gestirnir engan veginn búin að segja sitt síðasta í þessari hrinu. Ætlaði sér sannarlega að jafna í 1-1. Við sjáum hérna tölfræðin þessar hreinu til þessa. 15-12 fyrir Káa. Það er 9 stig eftir smörs. Og 5 eftir mistum ótrýja. Aðeins 3 smörs í Álftnesingum. Það er svolítið munur á því. Já, þetta stýrstig að fá á sig.
Ja. Filip upp með þetta, Mason svífur hátt og þrumar sér niður. 16-13. Hins er Mason að hefja sitt 3. tímabil með KA. KA of seint með þessa skiptingu. Mason við það að skora ásatna en þeir berga sér vel og snúa vörn í sókn og skora hérna hörku stig. Var að sjálfsögða Róbert Karl sem að þrumaði þessu í háartinu niður og staðan 16-14. Já. Og hvað lauma en Filip sé við þessu. Sigþór. Róbert Karl. Hann kemur með hörkusmast þarna. Þorvaldur Marteinn reyndi að bjarga þessu en þetta var einfaldlega ófast. Þeir eru búin að minnka muni núna í 1 stig. Þorvaldur Marteinn er líbera núna. Arnar Már hvílir eitthvað. Filip upp á Lexa. Þessi er upp í loft. Gunnar Pálmi náðu að koma sér fyrir hennar bolta en boltinn lengst upp í loft. Og KA einhvern veginn nær alltaf að halda forskotinu þráttur í góða tilraun gestanna. Og þess að það var erfitt að ná frumkvæðinu. Hér er Gunnar Pálmi sem að þurrumar þessu niður. 17-16. Róbert Karl með uppgjöfuna. Filip kemur flott að laumi þarna og þessi er beint. Það fer vissi ekki í gólfið. Hann stoppaði bara í tröppurum hjá dómarunum Sigurbjörni Árni. Hann heldur hérna á honum. Þetta var virkilega vel gert hjá Filip. Og hérna tekst mér að klúðra stigatöflunni. Skulum laga stöðuna. KA leiðir hérna 19-16. Beist afskrifna þessu. En þá kemur. Þetta er klaufalegt. KA fær hérna ódýrt stig. Það ganga erfiðlega hjá Álfnesingum að ná að komast yfir. Þeir hafa gert vel í að minnka muninn og jafna nokkur skipti eftir að lenda 4 stigum undir en þeir hafa alltaf mist KA tilbaka fram á sér. Gera þetta þessu mjög vel. Martin Marinov kemur hérna með uppgjöfuna, fær hérna leyfi fyrir að hefja leik og kemur hérna með þetta. Já, ok, Lexi klár, bergar þessu. Stefano með þetta yfir. Kemur smassið, áfram með leikinn, vel gert að KA-liðina berga þessu. Þessi er úti. KA-liði fær þetta stig. Tuttugu og 1-17. KA vantar aðeins 4 stig til að klára þessa hreinu nummer 2. Stefano fer hérna í uppgjöfuna og aftur er KA-liðið of seint að gera skiptinguna. Stefano klikkar svo uppgjöfinni. 8. uppgjöf KA-liðið sem fer forgóðum.
Pirringur og Ingvari tvisvar sinnum ætlaði að koma sér inn á en skiptingin komið á seint. Lexi, nei. Fekk hérna góða sendingu frá Filip og hann þrumar þessu vel í jörðina. 22-18. Og Filip gerir sig hérna kláran að fara í uppgjöfuna. Við erum bara örugga uppgjöf. Já, Filip skilja því. Gunnar Pálmi með smass en frábær hávörn hjá þeim Matteo og Mason. Káa kom í 23-18. Ekki verið mörg blokkstig í þessum leik til þessa. Þá taka þeir leikhlé. Álftnesingar eru í erfiðri stöðu, 23-18 undir hérna. Við það að lenda 2-0 undir í hrinum, það er gríðarlega erfið staða gegn þetta sterkulíu Káalið er. En já, þetta er svona lítur út fyrir að Káaliði sé að slípast betur og betur saman. Leikurinn gær bara með höllri virðingu fyrir Álftnesingum var ekki nægilega góður hjá Káaliðinu. Segir bara bara styrkin á liðinu að menn eru óánægðir með sigurleik. Þetta smass er þeir dæma snertingu. Nei. Nú ekki ég misti af bendingunni hjá dómara Lexins þarna. En staðan 23-19. Filip á Lexi. Bjarga þessi frábærlega gert hjá gestunum en Ragnar Ingi klaufi hérna. Það er ekki boltan yfir netið og hann veiti upp sér skömmina. Og þetta held ég hafi verið að fara með hrinuna. Matteo tekur sína venjulegu uppgjöf. Hún er virkilega föst en hún er enn og aftur í netið. 24-20 og þetta er 9. uppgjöf Káaliðsins sem fer til spillis. Reyndar svo sem alltaf að reyna þetta hérna. Káa í lykilstöðu og klára þetta. Kemur Bjarki, tekur örugga uppgjöfa sjálfsögðu. Þeir megi alltaf ekki fá sér stig. Lexi, Gunnar Bjargar þessu. Hér kemur smassir. Filip, réttar þessu. Og þessi er inni. 24-21. Þeir halda lífi í þessu. Jæja. Bjarki aftur. Þessi alltaf örugg uppgjöf en ekki annað í stöðunni. Frábær hávörn hérna hjá Valgeiri. Hann er að minka mennunni 24-22. Annað stig gestana í dag eftir blokk. Þeir eru ennþá á lífi svo sannarlega. Kemur Bjarki. Já, hann kemur þessu vel yfir. Og hérna er hann Mason Kastner sem að klára þetta fyrir Káa. Þrummar þessu í hávörnina og niður. Og Káa er komið í 2-0 í þessu leik. Það er nokkuð að þeir ætla sér öll stigin 3 í dag, ekki bara 2 eins og í gær. Þeir eru unnu 3-2 í oddarinnunni. Skulum aðeins renna yfir þessa hrinu sem var að ljúka. Káa vinnur 25-22. Þar af 14 stig eftir smöss. Það var vel spiluð hrina af Káaliðinu alltaf sóknarlega. 8 smöss eins og gestunum. 1 ás, hann var hjá Gunnari Pálma í Álftanesi. 1 lauma sem ég skráði. Það var hann Filip sem átti hana.
Bæðilið skóra 1 stig með blokk og mistök mótherja 12 stig hjá Álftanes sem eru eftir mistök hjá KA-liðinu, þar af 6 misheppnaðar uppgjafir. Þetta er ansi mikið og kannski svona svipa og var í gær að Álftanesingar fengu mikið að stigum eftir mistök hjá KA-liðinu og sérstaklega með uppgjafirnar. Það er eitthvað sem menn þarf að fara aðeins yfir. Þannig að Matteo á eitthvað af þessum vísendinu uppgjöfum, en alltaf maður eiga það ef hún heppnast uppgjöfum þá er það alltaf stig. En hérna er heildartölfræði leiksins til þessa 25-18 og 25-22 sigur KA. KA-liðið með 13 fleiri stig úr smössum, 1 ás báðum megin, 3 laumur gegn 1 og blokkirnar eru 4 gegn 2. Mistök mótherja undar mjög svipaðar. En við þurfum að gera okkur klára í þriðju hrinu. Þessi KA liði stefnir klárlega á að sækja 3 stiga sigur í dag. Svo minnum við á að í kjölfarið núna kl. 3 þá hefst kvennaleikur þessara liða. KA Álftanes í missunadeild kvenna. KA-liðið sýndi flotta frammistöðu í gær þegar það er unnið 3-0 sigur. En það var samt eiginlega hörkuleikur. Það var samt hörkuleikur lengst af. Það var alltaf bara svona undir lok hreinar sem KA-liðið svona náði að stinga af og klára hreinurnar. En þá fer þessi þriðja hreina að fara af stað. KA-liðið að fara að ná að klára þetta 3-0. Það væri alltaf óskandi fyrir okkur KA-menn. Kemur Matthew Gibson, hann hefur þessa þriðju hreinu. Arnar kemur hann hérna vel á Filip og Stefano, vel gert hjá Robert Karl, en einhver misskilningur þarna og KA-liðið tekur fyrsta stigið. Stefano gera vel hérna gestirnir og það er Bjarki sem að skorar svo stigið. Jafnar í 1-1. Gunnar Pálmi. Komum yfir hérna á endanum. Og kemur svo með áhugavert smassaði laumið þarna, en svo var það Alexander Arnar Þórisson sem að þrumar þessu niður. Hávaxinn og stökk hátt upp líka, en hann hafði nægan tíma til þess að aðtapna sig þarna. Neldi þessu niður, engin Hávörn. Og KA-liðið leiðir 2-1. En þessi uppgjöf hjá Alexa er sko víðs fjarri, enda hann brosinu bara þessu. Þetta var hálf glórulaust hjá honum, en gott að hann hafi kannski smá húmor fyrir þessu, menn fær ekki einhver pirring, menn gera alveg mistök í þessu, það er nú bara þannig. Hér kemur Bjarki, Stefano verst þessu, Filip og glæsilega Hávörn. Það er ekki Martin Marinov sem að klára þetta fyrir gestina. Blokkstig hjá þeim. Alltaf annarkot hann eða Matthew, annarkot hann eða Robert Karl sem að tók þetta. Arnar kemur á Filip og Matteo með laumuna.
virkilega vel gert hjá Matteo hérna. Ógnaði smassinu og laumaði svo yfir hórnina. Sem ég nú ekki beint hávaxinn leikmaður, þá ég mjög gaman að laumum. Þetta fáa sem ég get gett í blaki. En það vísnuð uppgjöf hjá Matteo. 11. uppgjöf KA-liðsins sem að þeir forgörðum. Filip á Matteo kemur svo örugglega yfir. Hér kemur nýsetta smass, Valgeir setur hann í netið. Fjögur. Þetta fer jafnt af stað hérna í þessari þriðju hreinu. Matthew Gunnar Pálmi hittir ekki völlin. KA-liðið fær þetta stig. Fín staða sem að Gunnar Pálmi var þarna í, en tókst ekki að hitta völlin. Það enn einu uppgjöfum KA-liðin sem að fer forgörðum. Það Sigþór Helgason sem að setti þessa í netið. Það sem ég að segja, gestirnir fá allt of mikið af auðvöldum stigum eftir mistök af KA-liðinu. Stefano hins vegar gerði engin mistök þarna. Smassar þessu niður. Og KA-liðið leiðir 6-5. Kemur Mason. Og Filip á Stefano. Já, þetta mann ekki inni. Það var mér ekki viss hvort að hann hefði náði ekki. Þau dæma svo KA stigið á endanum. Mér fannst hann vera að dæma átleysingu stigið. Staðan hjá 7-5 fyrir KA. Þetta var áhugaverð flétta þarna sem átti sér stað. En áfram með leikinn. Gunnar Pálmi frábær hávörn. Filip og Alexander lokuðu þarna gjörsamlega á hann Gunnar Pálma. Og KA-lið að ná 3 stiga forskoti. 3 stigur auðvitað KA. Og Mason upp, fínt smass. Þín ekki myndi ég. Filip þrumar þessu niður. Valgeir reynir að bjarga þessu en tekst ekki. Og Filip að skora ekkert oft sem hann þrumar niður, en þegar hann gerir þá gerir hann það mjög vel eins og þarna. Mason myndi upp. Klaufaleg mistök hérna. Ragnar Ingi missir hann eiginlega gegnum fingurnar sínar og þetta er ekki bara ás. Já, Ragnar Ingi líberó Álftesinga. Hann veit að bussökina þarna. Það kannski verið að hugsa hans fram í tíman þarna og hann hugsa hvað hann ætla að gera boltan í staðinn að klára allavega að taka boltan. En já, KA skyndilega kom í 10-5 yfir, 5 stig í rauða KA-liðinu. Ef við förum snöggt yfir tölfræðina í þessari hreinu til þessa, sjáum við að 3 af 5 stigum gestana í þessari hreinu eru eftir missettar uppgjafir KA-liðinu. Þannig að í svona venjulegum leik KA-lið að taka 10 stig gegn 2. Þannig að KA-lið verður að fækka þessum klúðruðu uppgjöfum. Mason alls ekki í þeim málum allavega. Og áhuga lauma, en Valgeiri
vakandi hérna og frábær hávörn. Alexander sér hérna við Gunnar Pálma og KA-liðið komið í 11-5 yfir. 7. blokkstigið í leiknum við KA. Mason uppgjöfuna. Þeir þurfa að setja örugt yfir hérna. Frábær smass frá Lexa. Hávörðin var nú þokkal onni í honum en boltinn niður og KA 12-5 yfir, 7 stig í röð. Við erum búin að klára plássi fyrir alla boltana hjá okkur hérna undir sem telja stigarununa. Og hérna erum við að tala um ás hjá Mason Kastner. 8 stig í röð hjá KA-liðinu. Það er kannski, það er svona vissuleiti líka að við erum með Mason að taka uppgjafinnar og hann er ótrúlega öruggur. Þetta er annar ás. Gunnar Pálmi reiknar þennan vitlaust og KA-liðið er 14-5, 9 stig í röð. Ég held að þessi hreina sé bara að renna gestur úr greipum. Mason. Já, fín lauma hérna hjá Matthew, gengur ekki. Og þá kemur klikki á Lexa. Hann næri ekki að lauma alltaf yfir hérna og þá fer 9 stigarunni hjá KA. Og Álftanes er komið með 6 stig á töfluna þessari hreinu. Stefano, já, hann skorar hérna gott stig. 15-6 fyrir KA og eins og segi þessi leikur er að klárast. Það segir bara hreint út, stelpunum þurfa þá ekki að bíða jafn lengi og í gær. Það þurfti að fresta leik þeirra hálftíma í gær sem að leikur kallaliðana tók túruna tíma, en það fór hann í Odda-hreinu og var hörku spennandi. En þeir gefast ekki alveg upp hérna gestirnir. Gunnar Pálmi skorar úr smassi. 15-7. Þeir eru fannir að skora núna meira stiga núna sjálfir, ekki bara bíða eftir að KA klúðri uppgjöfum. Þjú með þetta. Og Lexi, þetta gerir KA-liðið svo vel. Ég með nokkra frábæra smassara í sínu röðum og Fílip gerir alltaf ótrúlega vel í að finna þá og leggja upp. Og hérna var Alexander Arnar sem að þruma þessu niður. Þessi er úti. Hann var nú tæpur á að vera inni hérna, hann Stefano, en var rétt út af. 16-8. Gunnar Pálmi. Ó, já. Vel gert hjá Sigþóri hérna. KA er að halda 9 stiga forskoti. 17-8. Þá kemur skipting og Ingvar Guðbergsson er að fá að koma inn á. Búin að vera 2 misheppnaðar skiptingar til leiknum til þessa. En fær hérna að taka uppgjöfuna, gaman að því. Og þetta er bara vel gert hjá honum. Og þessi Róbert, hann klúrar þessu. Setur þennan út af ágætis smasta sem hann komið ný hérna en hittir ekki völlin. Ingvar aftur, fína aukjöf bara. Hann næri ekki að ferjast þessu eins og þar. Þessi aðeins svo lengi að bregðast við.
Nú ég með 1 stig og mikið hjá gestunum. Skulum við laga það, 89. Svona þetta. 89 KA-lið í lykilstöðu að klára þetta. Guðsmas er góð hárni KA-liðinu. Filip og Matteo. Hann að skora. Gott stig, kemur KA-liðinu í 19-9. 19-9 hjá KA og ég held að þessi nú bara spurning hversu stór sigur þessari hreinu verður. KA að tryggja sér til að 3-0 sigur í þessum leik. Kemur Matteo. Það er uppgjöf í net. Ekki svo fyrsta í þessum leik og hins vegar vonandi svo síðasta. Arnar tekur aðeins á langan og þeir gera vel hérna. Það er að sjá þetta sem laumu held ég. (19:11) Þeir gefast ekki upp þó að staðan sé erfið. Valgeir, Arnar tekur þetta og Matteo. Þeir bjarga sér vel, Matteo og Robert. Hann setur hann í vörnina og út. 3 stig í röð, þetta er ekki búið. Þannig segi ég minni á að kvennaleikurinn hefst núna klukkan 3. Viljum endilega fá fleiri í KA-lið. Mætingin allt í lagi í dag, en var betri í gær. Frábær hávarn hjá Mason. Kastner sá þarna velverðnum Martin og skorar gott blokkstig hérna, 20-12 fyrir KA. Þá kemur hann Sigþór Helgason í uppgjöfuna. Sigþór upp og frábær. Þetta var mjög áhugaverð leikflétta þarna. Þrumar hérna boltanum úr uppgjöfunni beint í bakið að Gunnar Pálmar sem boltin fór aftur upp í loft til KA-liðsins sem að svaraði bara með stigi. Þetta er ekki oft sem að sé svona stig. Þessi uppgjöf er eins og var úti hjá honum. Missetnar uppgjafir KA-liðinu. Ég ætla að sé nokkuð ljós hvað það er sem að liðið er að fara að æfa á fyrstu æfingu eftir þessa helgi. Það eru vantarlega uppgjafir. Filip og Þetta er með tvíslag á Filip. Og Filip fær þetta rautt spjald. Já, hann lætur hérna vel í sér heyra og Sigurbjörn Árni yfir engan húfa fyrir þessu. Já, var spildi kannski gult. Ég sá allavega bara rauðalitin. Þetta er óþarfi, algjör óþarfi að vera ræflið þessu. Leikurinn er í rauninni bara búinn. Hann og Gunnar Pálmi ræða hérna málin. Þekkjast þetta vel frá sínu þeirra sameiginlega tíma á KA. Áfram með leikinn. Þetta er stig á gestunum. Stefano reyndi að verast þessu en boltinn þetta í stöngina. Það er alltaf bara sjálfkrafa stig. Jæja, Filip, Stefano, já, núna skorar hann. Hrikalega góður smassari, búinn að eiga flottan leik í dag.
Flott smass á gestunum. Já, ég vantaði stig hérna hjá Álftnesingum. Laga það hér. Þetta stig KA megin. Svona þetta. 23-17. Já, KA-liðið virðist vera að klára þetta. Og hérna lokastigið. KA-liðið vinnur þennan leik 3-0. Fyrir hérna með frekar sannfærandi sigur á Hólmi. Fílíp. Smá fílusvip þegar hann tekur hérna í höndina á dómurum leiksins. Algjörlega glórulaust, enda góður sigur. Frábær 3-0 sigur, 3 stig í hús á KA-liðinu. Við skulum kannski renna aðeins yfir tölfræðina bara í leiknum yfir í heildina. Nú skulum fá það hérna upp á skjáin til okkar. Réttar við segjum þetta gott í bili. (25-18), (25-22) og (25-17) sigur KA í þessum þremur rinnum. 3-0 í heildina. 40 smöss KA gegn 19 Álftnesinga. 4 ásar, það var Mason Kastner var magnaður í því. Og einn hjá gestunum, það var Gunnar Pálmi fyrir leikmann KA sem gerði það. Laumur 5 gegn 2 KA, 7 blokkstig gegn 3 og mistök mótherja 21 stig hjá KA, 30 Álftanesi. Það er 15 misheppnaðar uppgjafir á KA-liðinu, allt og mikið. En það kom ekki að sök, 3-0 sigur. En við kannski bara fyrir að segja það gott hér í bili. Komum svo heldhress klukkan 3. Við sýnum kvennaleikinn hjá KA Álftanesi. Eins og KA-liðið vann 3-0 leikliðina í gær. Og stefna vonandi vantarlega aftur á að klára það. En við þökkum fyrir okkur í bili.